Þá erum við komin að þriðja lið á dagskrárbreyting og aðalskipulagi reitur var 13 eða Naustagata 13 og áður en við göngum til þess liðar þá ætla ég að bera upp vanhæfi mitt í þessu máli, ég hef verið það í skipulagsráði og þeir sem geta samþykkt það, gefum verki. Það eru öll og já, þá gefur ég bæjarfulltrúa að verið þú ekki að taka við stjórninni. Ég vil gefa að ég var fast stjórnin á fundinum og yfirgef hér fundin. Já, bæjarfulltrúa Brynjar Hlíf Þorsteinsson sem biður orðið, hversu vel? Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að lýsa mig vanhæfa til afgreiðslu á máli númer 3 og 4 þar sem þau varða hagsmuni náins aðstandanda. Þökkum bæjarfulltrúa Brynju Þorsteinsdóttur fyrir þau sem samþykkja vanhæfur eftir bönd. Þá verða þriðji liður breyting og aðalskipulagi reitur 13 eða Naustagata 13 og til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsetri 25. mars 2026, lögð fram að nýju að lokinni kynningu, samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga, tillaga breytingu á aðalskipulagi sem varðar verslunar- og þjónustusvæði við Naustagötu. Það barst 1 athugasemd og 3 umsagnir á kynningartíma, þá eru lögð fram viðbrögð lóðarhafa við efni athugasemda og umsagna. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt með minniháttar breytingu á texta í greinargerð. Það er að framkomi að gert sér ráð fyrir 2 til 3 hæðabyggingum, auk kjallara eða jarðhæðar sem er að hluta niðurgrafin. Er skipulagsfulltrúa falið að leggja fram tillögu að umsögn efni innkominna athugasemda sem lögð verður fram við afgreiðslu málsins. Og það kemur fram að Helgi Sveinbjörn Jóhannsson M-lista sat hjá við afgreiðslu málsins í skipulagsráði. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Andra Teitsson fyrir orðið að laust. Og vil byrja. Til máls tekur bæjarfulltrúi Janna Salome Ingibergur Jósefsdóttir, hversu vel? Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég nú kannski bara að endurtaka mig frá fyrri umræðu þetta mál og mun líklegast gera það aftur og eftir. En þetta bara mál sem hefur lengi verið í kerfinu og farið fram og tilbaka og ýmislegt sem hefur gerst. En ég hefði talið eðlilegt að lóðin hefði verið tekin tilbaka og sveitarfélag hefði breytt skipulaginu og að þetta hefði verið auglýst á nýjum forsendum. Að þetta eru algjörlega breyttar forsendur miðað við það sem var í upphafi þegar að lóðarhafi fékk lóðina. Læt þetta duga í bili. Takk. Þakkum Jönnu Salome Ingibergur Jósefsdóttir fyrir, til máls tekur bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Já, kæri forseti bæjarstjórnar og aðri bæjarfulltrúar, ég ætla bara að koma upp aðeins til aðeins að rifja upp kannski forsögu þessa máls og í raun og veru kannski opna umræðuna sem þarf ekkert endilega að klárast hérna í dag, hvort við getum ekki dregið ákveðin lærdóm af þessu máli. Ég ætla líka bara að tjá mig hérna málið hérna undir lið 3, því að lið 3 og 4, mál 3 og 4 náttúrulega til að gera sikkort hliðina sama pening. Þannig það sem ég segi hérna kannski ánáttúrulega jafnvel með mál nummer 4 eins og mál nummer 3. En kannski aðeins ef við förum bara alveg aftur á byrjunarreit í þessu máli að þá erum við að tala hérna lóð á mörkum Haga og Naustahverfis. Það sem kemur til í deiliskipulagi Hagahverfis og í raun og veru teiknuð upp inn í það deiliskipulag sem svona þjónustu, verslunar og þjónustu lóð. Upphaflega gert ráð fyrir þarna byggingar verslunarhúsnæði á einni hæð, ef maður rétt talað 1000 fermetra verslunarhúsnæði og þannig var lóðin til upphaflega. Síðan henni útlutað á endanum bara til áhugasams aðila sem ætlaði að fara þannig uppbyggingu og
Það að ég man rétt fyrir að verða 4 árum síðan, eða jafnvel 5 upphaflega. Ég byggðist velurvingar ekki fara alveg rétt með staðreyndina, en það er kannski ekki alveg hérna mergurinn málsins. En ástæðan fyrir ég nefna þetta er svo að við erum komin hérna fram mörgum árum síðar með alveg bara gjörbreytta hugmynd og það kannski talar að hluta til inn á það sem bæjarfulltrúi Jana Salome kom inn á hérna í sínu máli hérna rétt á undan mér, en sjálfur hef ég upplegað mig svolítið eins og lauf í vindi í þessu máli, hafandi setið í hérna skipulagsráði núna að verða talsverða hríð og hafandi svona snert á þessu máli oftar en einu sinni, oftar en 2 svar. Ég held ég að bókaði það 2 svar á leiðinni og í annað skipti var ég frekar neikvæður gagnvart þessu, en svo þegar málið vannst áfram þá svona hérna þá kannski öðlaðist ég meira í ákvæðinni gagnvarti og mun greiða bara atkvæði með því hér á eftir, svo það sé sagt eins og tillagan liggur fyrir. Lærdómurinn sem ég nefni hérna upphafi sem við gætum kannski dregið þessu máli er sá að við eigum að vera óhrædd við að í raun og veru endurskoða það sem við leggjum til upphaflega og svona taka mið af þróun í, þú veist, á þessum fasteigna markaði. Hérna er náttúrulega að tala atvinnuhúsnæði fyrst og síðast. Við sjáum það að upphaflega tillagan hún var ekki áhugasömum aðilum sem óskuðu mjög fljótlega eftir breytingum og hafa reyndar óskað eftir mjög mörgum breytingum og fengið margar breytingar í upphaflegu tillögunni í gegn sem í sjálfu sér ekkert endilega neikvætt. En lærdómurinn sem ég kannski að vonast til að við getum dregið þessu máli er ekki síst tilkomið vegna þess að við stöndum frammi fyrir við stöndum frammi fyrir samskonar máli innan bæjarkerfisins núna eða keimlíku í Hrísalundi og við munum standa frammi fyrir þessu aftur og það sem mig langar svolítið bara svona að leggja hérna á borðið sem hugmynd til umræðu bara inn í þessa almennu umræðinu í skipulagsráði og umræðinu bara inn í bæjarkerfisins líf er að við ættum ekki að vera feimin við að draga tilbaka lóðir þegar við sjáum að fram eru, þú veist, að skipulagi hentar ekki og við eigum að leyfa okkur að horfa á horfa myndina í stærra samhengi. Því að við stöndum núna frammi fyrir því að það eru áhugasamir aðilar í bænum farnir að sækjast eftir staka lóðum þar sem óskað er eftir breyttri notkun þar sem til dæmis áður var gert ráð fyrir léttum iðnaði, einhvers konar athafnastarfsemi og vilja fara að breyta því í blandaða starfsemi, þjónustu, verslunar og íbúa. Við finnst alveg tilefni til þess að við nýtum ferðina og að reyfum okkur að horfa á stærri svæði, jafnvel þó að lóðarhafar í grennd við aðra lóðir þar sem einstaka aðilar sína áhuga þessu sé ekkit endilega með í ferð, eða með í för, réttara sagt, að við leyfum okkur samt að taka upp samtali því að við höfum heimildi til þess að breyta skipulagi auðvitað í samráði við lóðarhafa en að opna samtalið, leyfa okkur að nýta heimildir í skipulagslögum sem tala að við getum það hægt að setja fram ríkjandi skipulag og víkjandi skipulag og svo framvegis. Þannig ég ætla ekki að þetta var bara svona hvatning til okkar allra. Fleira er ekki. Þökkum bæjarfulltrúa Sindra Kristjánsssyni fyrir, til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarfulltrúa Sindra fyrir þessa upprifjun og hugleiðingu og hún er alveg réttmætt því að þetta er alltaf álitamál hversu langt á að ganga í að verða við óskum breytingar á skipulagi lóða eftir á má segja. Bæjarfulltrúi Sindri nefndi eitt dæmi þar sem við stöndum frammi fyrir því að lóðar hafi biður breytingar, Hrísalund, fleiri dæmi koma upp í hugan, Norðurtorg, Glerártorg, Hvannavellir, jafnvel Hjalteyrargata. Dæmin eru endalaus og þannig þetta er eilíðar viðfangsefni og það sem við viljum alltaf hafa að leiðarljósi væntanlega er einhvers konar réttlæti, jafnræði og lýðræði og sjónarmiðin hljóta alltaf að vera einhvers konar sanngirni og sá sem að fær einhverja ívilnuna breytingu að það skilir sér þá með einhverjum hætti með meiri tekjum, hvort sem það eru gatnagerðargjöld og byggingaréttargjald eða hvað það er og meiri framkvæmdarhraði, gagnlegri uppbygging í einhverjum skilningi
Þannig að, já, það tek undir að þetta er verðugt verkefni og reynum að vanda okkur eins og við getum með þessu fram á veginn. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir og þeir laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Janna Salóme Ingibjörg Jósefsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, í óðagoti mínu glemdi ég bara að lesa upp bókun. En kannski byrja á því að taka bara undir sum orð bæjarfulltrúa Sindra Kristjáns og Andra Teits að við þurfum að læra af þessu en númer 1, 2 og 3 snýst þetta í mínum huga að gæta jafnræðis og lesa upp eftirfarandi bókun. Óháð auglýsingu á breytingu á aðalskipulagi geri ég athugasemdir við feril málsins og ítrekaðan framkvæmdafrest slóðarhafa. Það getur ekki talist eðlilegt að einum aðila sé gert kleift að breyta gildandi skipulagi úr lóð þar sem byggja má hús á einni hæð fyrir verslun og þjónustu yfir í 5 hæða hús fyrir verslun, þjónustu og íbúður á efri hæðum. Án þess að fyrir því séu sérstök málefnanleg og gild sjónarmið. Eðlilegast hefði verið að öllum hefði verið gefinn kostur á að sækjast eftir umræddri lóð og breyttum forsendum, enda geta þær breytingar sem hér ræðir haft veruleg áhrif á verðmæti lóðarinnar. Vegna þessa kem ég til með að sitja hjá. Þakkum Jónu Salóme fyrir orðið laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, það er bæjarfulltrúar. Ég vil játa hér með að ég er svo hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Jönu Salóme þetta atriði og þá þarf ég að fara að klóra ögn í bakkann því að þegar við gerum slíkar róttækar breytingar á skipulagshugmyndum eins og við höfum gert og meðtalið á þeirri lóð sem við erum að ræða núna þá þarf einhver rök fyrir mann eins og mig til að samþykkja og ég rifja það upp hér að þegar ég kom inn í skipulagsráð fyrir nú að verða 4 árum að þá var þetta mál löngu komið þar inn og ég bendi á að það ef ég mann rétt þá er núverandi lóðarhafi allans ekki búin að skila lóðinni 3 vegis og fá hana þá 4 sinnum. Þannig að mitt klór, svo þið heyri nú ískrið, þegar ég reyna að réttlæta jáið mitt. Því að eins og ég hef sagt, ég er hjartanlega sammála Jönu Salóme bæjarfulltrúa. Mitt klór er þetta að lóðin, hún var ekki að ganga út á þeim forsendum sem hún var auglýst. Þetta er gríðarlega mikilvæg lóð fyrir fyrir núverandi uppbyggingu hverfanna beggja vegna við. Þetta er landamæralóð, landamærum 2 hverfa, við ætlum að fara að byggja lífsgæðakjarna og reisa kirkjugarð, þarna ekki langt í burtu, sem skiptir svo sem ekki miklu máli en lífsgæðakjarnin og það hverfi sem mun koma fyrir ofan, skiptir máli. Þannig að klóri mitt er þetta. Það sýndi engin áhuga á lóðinni. Þeir komu með breytingar, þeir óskuðu eftir breytingum, þær voru samþykktar, þeir skiluðu lóðinni, þannig að þá mátti öðrum vera ljóst að við værum í skipulagsráði, við værum í öngum okkar með þessa lóð. Við værum jafnvel fús til að fallast á breytingar sem við vorum búin að gera. Við vorum búin að athugja það, þetta er ekki fyrsta breytingi sem við gerum á lóðinni. Byggingaskilmálum, þannig að engu síður var henni skilað. Þannig að klórið mitt er þetta var mikilvægt, að þarna er þið byggt, það er þið byggt vel, það er þið byggt mikið og það er byggt nýtanlegt fyrir hverfin bæði, sikkurum megin við og enginn sýndi lóðinni áhuga, jafnvel þótt að skipulagsráð væri búið að gefa upp þann bolta að það gæti hugsa sér að breyta, síðan sækja þeir enn aftur og aftur og aftur og fá þessar breytingar sem eru gagngerar, þannig að ég með þessu yfir klóri mínu þá ætla ég að segja já nú sem endranær og hefur reynda sagt það hér og annar staðar aldrei sem vant þá er ég sammála bæjarfulltrúa Þórhalli að nú hefði verið rétt að reisa ögn hærra. Þetta
telst til tímamóta því að venjulega við höfum aðeins verið sammála, ég og bæjarfulltrúi Þórhallur eina aðra lóð þar sem ætti að reisa hærra en gert verður. Þannig að þetta eru þessi tímamót. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jóni Hjallsen fyrir og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kemur sjálfsögðu til með að samþykkja þetta en sko það sem að þið hafið komið inn á bæjarfulltrúi Sindri og Jana og þið sko þetta er alveg rétt hjá ykkur varðandi þessar lóðir að það er svolítið erfitt og við verðum svolítið kannski í framtíðinni að huga því þegar við erum að skipuleggja þjónustu lóðir þó að sé sko í svona stóru hverfi á milli sem sagt raunverulega tveggja hverfa sem jafn stórt og jafn fjölmennt og Ísafjörður allur að þá samt erfitt að fá rekstraraðila til þess að koma að uppbyggingu. Við vorum með í Kjarnagötunni, þá vorum við með sem sagt verslun og húsnæði skipulagt sem að við urðum að falla frá vegna þess að viðkomandi aðili, honum tókst ekki að fá rekstraraðila til þess að koma inn í húsið. Og þetta orðið miklu erfiðar í dag heldur en í gamla daga þegar við vorum með sjoppur á öðru hverju horni. Það ekkert grín að fá rekstraraðila inn í svona hverfi. Við þurfum samt að bara skipuleggja lóðirnar þá með smá sveigjanleika. Þannig að þegar við förum í þetta, að við séum ekki búin að negla þetta alveg niður, að þetta eigi að vera svona, að því að við erum ekkert alltaf alvitur í skipulagsmálum. Og verðum að huga því að stundum koma betri hugmyndir annars staðar frá. Og þá eigum við kannski að taka tillit til þeirra og þegar kemur á svona lóðum þar sem við ætlum að vera með rekstur, þjónustu, jafnvel skrifstofubyggingu og eitthvað fleira, að þá svolítið mikilvægt að byggingaraðilinn geti komið og fengið aðila að verkinu áður en að byggingin byggð, skilur. Þannig að sé hægt að móta þetta að þjónustu þörfinni á svæðinu. Þannig að ég bara legg til að í næsta kjörtímabili að við verum svolítið opnari, eða þið sem að sitja þarna, að í skipulagsráði og allt það, verið svolítið opnari fyrir því að vera með þjónustulóðirnar svolítið meira sveigjanlegar. Ég held að það sé kannski lykillinn í þessu og það sem við ættum að læra á þessu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúa Þórhallur Jónsson fyrir, til máls tekur bæjarfulltrúi Janna Salóme Jónsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara koma upp til að biðjast afsökunar og það færi með rangt mál það að koma hæð húsa en það eru vissulega 2 til 3 hæðir sem stendur í aðalskipulaginu en ekki 5. En það breytir þó ekki grunninum. Ég vil bara hrósa bæjarfulltrúa Jóni Hjaltasyni fyrir gott yfirklár. Ég kann að meta svona því að í grunninn, svo það sé sagt, þá ég ekki ósammála þessum skipulagsbreytingum. Mér finnst bara ferill málsins ekki vera góður og ég vil sjá sveitarfélagi taka meira frumkvæði. Skipulagsvaldið sveitarfélagana og við berum ábyrgð gagnvart því að við sýnum jafnræði. Kannski hugmynd bæjarfulltrúa Þórhalls bara góð að við sýnum meiri sveigjanleika en sveigjanleikin þarf þó að vera öllum ljós svo allir sitji við sama borð. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúa Janna Salóme fyrir, til máls tekur bæjarfulltrúi Sunnalín Jónsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mjög góð umræða þessa lönguvitleysu sem við erum búin að ræða í mörg ár og alveg sammála því að við þurfum svo sannarlega að læra af þessu ferli en svo verðum við líka að bera saman réttu hlutina þegar nú hefur við heyrt gagnrýni hjá Reykjavíkurborg að fasteignafélög sitja á lóðum til fjölda ára. En það það oft að því að fasteignafélög hafa keypt gamlar byggingar og það getur enginn skipt sér að því í rauninni hvað að gera með þá lóð. Og þá kannski pínu við Hrísalund. En þetta lóð sem að við skipulögðum og við útlutum og erum með alls konar reglur
hvernig á að fara með það. Þannig að það tvennt ólíkt þó þetta sé á mörguleiti líkt. En það sem að ég ætla bara að horfa á aðalskipulagsbreytinguna sem bara breytingu sem ég hef hvað sem vilja fara í og ætla þess að samþykja hana en ég ætla að afgreiða deiliskipulagi öðru sér og eftir og það snýr bara bílastæðamálum. En ég held að við hefum náttúrulega klárlega bara sjálf átt að fara í þessa breytingar og þegar þið að tala að læra af þessu, þá ætla ég að bæta við það. Af því það nefnilega þannig að við ætluðum að taka hana tilbaka og skipuleggja þetta sjálf og samþyktum það í skipulagsráði í febrúar 2024. Þannig að við vorum alveg á réttri leið þarna, en hvað gerist? Í apríl þetta mál aftur tekið á dagskrá og niðurstöðunni snúi við án fordæma. Ég hef aldrei vitað til þess að þetta var gert í skipulagsráði og það í samþykktum bæjarins að við tökum ekki aftur upp mál nema að koma eitthvað nýtt fram í því máli. En það ekki gerst þarna á milli og mér fannst þetta mjög skrítin afgreiðsla. En allt í lagi. En afgreiðslan var sem sagt að taka til beiðni frestun á sem sagt að fresta framkvæmda frest. Maður segir það ekki. Allavega, skilur hvað við. Þannig að þetta snýr ekki að skipulagi heldur að þið fengi að halda lóðinni lengur. Og það var ákveð að gera það ekki, en svo var ákveð og þar næsta fundi að gera það síðan. Án þess að var eitthvað að vera að vinna í skipulagi. En þannig að það var ákveðið að gefa þeim séns fram á haustið að koma með teikningar og þá yrði tekin ákvörðun framkvæmdafrest. Í júlí 2024 kemur þetta ágæta fyrirtæki með hugmynd og skipulagsráð samþykkir að veita framkvæmdafrest til 1. maí 2025 og hann löngu liðinn. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig stjórnsýslulega við eigum að vera að fara með þetta mál lengur. Það ef á maður þá skilja þannig að framkvæmdafresturinn 1 ár eftir að skipulagi þá búið og getur þá bara verið svona að leika með skipulagið í 2 ár? Þetta einmitt það sem við þurfum að læra. Við þurfum að pæla hvernig við ætlum þá að gera það. Af því að í mínum huga bara framkvæmdafresturinn liðinn. Þannig að þetta rosa erfitt mál en ég ætla bara að horfa á þannig, ég vildi breyta skipulaginu, ég ætla að samþykja að við sem bara breyta aðalskipulaginu en þegar ég set samt einn fyrirvara á því að ég veit alveg að þetta falleg hugsun að hafa íbúðir á efri hæð á þjónustu húsnæði og verslunar. Hvort að Akureyri sé rétti bærinn í það, ég veit það ekki. Sjáum fyrir okkur blokkirnar í Hagahverfi, þar sem allir að kvarta yfir skort á bílastæðum, ef að væri 1000 fermetra verslunar og þjónustusvæði á neðstu hæðinni. Sjáum við fyrir okkur samspili þar á einu bílastæði á hvern 75 fermetra í þjónustu og verslunarhúsnæði og cirka 1 til 1,5 bílastæði á hverju íbúð. Sjáum við þetta fyrir okkur. En það kemur það bara í ljós hvort að það veri farið í það áttina. Ég hef náttúrulega bara viljað þá sjá skrifstofuhúsnæði þarna á efri hæðum. En ég ætla bara að koma aftur undir deiliskipulagi. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúi Sunnu Hlín Jónsdóttir fyrir, orðið laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þegar þetta mál var hérna uppi fyrir, eins og Sunna var nefna fyrir 2 árum síðan held ég, þá var ég nú eiginlega á móti þessu að hleypa þessu svona í gegn. Ég alveg sammála því sem bæjarfulltrúi Jana sagði hérna áðan að við ættum að taka svona til okkar aftur og auglýsa. Svo þetta búið að velkjast í kerfinu hjá okkur ansi lengi og það nú alltaf von okkar að sé byggt þannig upp frá og þeir eru í ákveðnu forskoti sem eru með þetta núna til þess. Ofta á tíðum þegar að menn komast með svona breytingatillögur eins og eru gerðar hana þá
oft sagt hér innan hús af hverju ættum við að taka þetta og auglýsa þetta á þeim forsetum og þeir að tapa hugmyndinni. Ég veit ekki hvað er rétt og rangt í því, en allavega með hvað þetta er búið að velkjast lengi þá á þetta ekki við í þessu tilfelli, vegna þess að bærinn tók svo upp á því að skipuleggja aðra nákvæmlega slóð fyrir neðan. Og þá stóðum við svolítið frammi fyrir því held ég að þeir myndu bara skilin þessari lóð og það tækja hana engin. Við erum ekki búin að auglýsa hina lóðina sem er eins og þessi sem við erum að samþykja núna og ég sé þá ekki alveg forsendunum hvað við græðum á því að taka hann aftur og standa uppi með engan þannig til þess að byggja. Þess að það er nú vilji okkar held ég allra henni inni að verði byggt hana upp. Þannig að á þeirri forsendu ætla ég að segja já við þessu. Ég tel að sé hagur okkar allra að verði byggt sem fyrst hana því að það mun hjálpa hverfinu og hjálpa okkur líka svo í áframhaldandi uppbyggingu á því sem við ætlum að gera þarna fyrir ofan. Takk fyrir. Kom bæjarfulltrúi Hlín Jónssyni fyrir, orðið laust. Ekki fleiri sem að taka til máls. Þeir sem að samþykkja breytingu á aðalskipulagi reitur við Naustagötu 13 réttu band. Það eru 2, 4, 6, 8 þeir sem eru á móti og 1 situr hjá